Skíðasvæðið í Tindastóli í Skagafirði í eigu ungmennafélagsins Tindastóls en skíðadeild ungmennafélagsins reisti árið 2000 skíðalyftu á svæðinu. Svæðið hefur því verið í notkun í 16 ár og mikið notað, bæði af heimamönnum og ferðamönnum. Þetta fer nú ágætlega á stað, við erum búin að hafa opið núna í 17 daga og við erum komið með mjög góðan snjó og eiginlega bara eins góðan snjó eins og við þurfum og þetta hefur farið mjög vel á stað. Við fengið bara svona þokkalega aðsókn og þetta viljum við alltaf meiri aðsókn, það alltaf svoleiðis en þetta búið að vera bara fínt sko, gengið vel. Og það fólk aðalega hér á svæðinu sem að nýta sér aðstöðuna? Já, auðvitað þetta mest hér í Skagafirði og Húnavatnssýslunum. Það svona upptökusvæði þessa svæðis. En við erum að fá gesti alls staðar úr heiminum. Það var hér 15 manna hópur frá New York til dæmis. Það var fólk hér frá Svíþjóð, Spáni. Þannig að þetta alls staðar að sko, bara ferðafólk sem á flækingi sko. Og hvernig eru viðbröðin? Spánverjum? Já, það bara mjög góð viðbröð og fólk mjög ánægt. Þetta svona fjölskylduvænt svæði, við erum með flatan niður frá og svo erum við svona með meiri brekku hér. Við erum konum með töfrateppi sem við keyptum fyrir páskana í fyrra sem svona fyrir þessa krakka sem eru nýbyrjaðir og að stíga sín fyrstu skref. Og það kemur svona þægilega óvart hvað það í rauninni mikil aðsókn í þetta færiband og bara virkilega gaman að sjá að það hefur svona verið rétt ákvörðun að taka það. Þannig að við erum það hefur komið mjög vel út. Og svo þið nú með tæki sem kannski ekki á öllum skíðasvæðum. Nei, það svolítið crazy. En það heitir það Crazy Roller og þetta var nú einhver fíflagangur sem við ákváðum að fara í það að kaupa þetta og vera einmitt eins og þú segir með öðruvísi heldur en annar staðar. Þetta vinsælt sérstaklega þegar grunnskólahóparnir að koma að prófa og þetta svona allt öðruvísi heldur en að fara á skíði í sjálfu sér. Þetta ekkert skilt í, en hægt að nota bæði sumar og vetur, þannig að það svona það sem við horfum á. Já. Þannig að þið eru þá þið eru ekki bundnir við snjóinn? Nei, akkurat. Við gætum notað þetta og getum notað þetta á sumrin líka. Já, nú nóg snjó. En við ætlum að kynnast aðeins betur þessum Crazy Roller. Já, við skulum rúlla í honum. Jæja, hér Crazy Rollerinn. Já, þetta tæki Crazy Roller, þannig að nú verður þú crazy á eftir þegar þú búin að fara í þetta. Já, og byrju, nú þetta rúlar niður brekkuna og upp aftur. Já, við erum með sem sagt, það í þessu spil og vír sem tengist í spilið og núna festum við þið bara í eftir það eru 5 púnta belti sem þú festist onni í þessi sæti og síðan rúlar bara niður. Og svo þegar við komum niður, þá drögum við tilbaka aftur. Það spennandi að sjá hvort maður getur labbað eftir þetta. Já.